Kæru vinir og félagar, ég býð mig fram til formanns í Framsóknarflokknum. Fyrir því eru nokkrar ástæður. Sú stærsta er að mér þykir vænt flokkinn okkar og ég vil veg hann sem mestan. Til að stjórnmálaflokkur nái hilli kjósanda verður að ríkja traust. Fólk verður að hafa það á tilfinningunni að viðkomandi flokki sé treystandi fyrir stjórn landsins. Ef við lítum tilbaka 100 ár er alveg ljóst að Framsóknarflokknum, sem er elstur flokka, hefur í heila öld verið treyst fyrir mikilvægum ákvörðunum til heilla fyrir land og þjóð. Enginn einn maður hefur á hverjum tíma tryggt að svo var. Traust milli kjósenda og kjörinna fulltrúa er grunnforsenda farsællar stjórnunar. Þegar trausti hverfur eða laskast eykst tortryggnin. Aukin tortryggni leiðir til aukins óróa, ekki bara milli stjórnvalda og almennings, heldur einnig innbyrðis og milli þeirra flokka sem sitja á Alþingi. Ólga innanlands getur svo leitt til þess að okkur sem þjóð tekst ekki að nýta þau tækifæri sem við höfum og marka okkur stefnu til hagsbóta fyrir alla. Kraftar okkar fari í annað. Fylgi okkar á kjörtímabilinu er vísbending að svo sé í pottinn búið. Aðrar afleiðingar og alvarlegri til lengri tíma gætu orðið þær að fólk leiti í auknum mæli eftir öfgafullum hugmyndum þar sem ríkjandi skipulag er skorað á hólm. Slíkt hefur gerst í löndunum í kringum okkur og gæti hæglega gerst hér. Framundan er góðæriskeið og því mikilvægt og nauðsynlegt að traust ríki milli þjóðar og kjörinna fulltrúa, þings og þjóðar. Undanfarin ár hefur náðst mikill og góður árangur, ytri og innri skilyrði hafa verið góð, en veldur hver á heldur. Það veltur mikið á því að stjórnmál á Íslandi einkennist af yfirvegun, samvinnu og skynsemi. Þannig munum við best þjóna fólkinu sem hér býr. Það er ekki öllum gefið að vera auðmjúkur eða auðmjúk. Öll gerum við mistök. Þeir sem hafa auðmýkt til að bera kannast við mistök sín, biðjast afsökunar og halda áfram. Hinir setja undir sig hausinn, sumir lenda á vegg. Sumir segja að allt sem ekki er bannað sé leyfilegt. Það kann að vera rétt á sumum sviðum mannlífsins, en flestir sem hér sitja í þessum sal vita að svo er ekki. Traust er ekki eitthvað sem hægt er að mæla í einingum. Það er áunnið og menn öðlast það með sinni breytni. Þeir kunna vera til sem telja málstaðnum best þjónað með átökum, stríði gegn öllu og öllum. Ég fyrir mitt leyti verð ekki var við mikla spurn eftir slíku. Höfum í huga að hrunið hleypti illu blóði í þjóðina. Við tók ríkisstjórn sem ég held að megi fullyrða að hefði geta gert meira til að róa þjóðarsálina og ná betra samtali við hana. Sem dæmi misheppnaða stjórnkænsku má nefna umsókn aðild að Evrópusambandinu. Sú umsókn var ekki burðug áfallahjálp fyrir þjóð í sárum, heldur klauf hana í herðar niður. Jafnræði er öllum þjóðum félagsleg nauðsyn. Fyrir því er augljós rök. Ekki síst er þetta augljóst hér á landi, þar sem samfélagið er fámennt, kunningsskapur, skyldleiki og önnur tengsl eru mikil meðal þjóðarinnar. Hér eigum við að vera í fremstu röð hvað jöfnuð snertir. Grundvöllurinn er fyrir hendi. Ísland er einfaldlega það vel í sveit sett að enginn á að þurfa að líða skort. Enginn á að vera út undan, sama hvar viðkomandi er staddur á lífsleiðinni. Mín von er sú að á Íslandi verði ein sterk millistétt og verkefni næstu ára er að tryggja að svo verði. Þessu er hægt að ná fram með ýmsum hætti, til dæmis breytingum á skattkerfinu og að bæta þar kjör þeirra sem höllustum fæti standa. Þetta á að vera skylda flokks sem kennir sig við félagshyggju. Efnahagsleg staða Íslands hefur styrkst gríðarlega á kjörtímabilinu. Hún einkennist nú af stöðugleika með lítilli verðbólgu, litlu atvinnuleysi, aukinni atvinnuþátttöku, auknum kaupmætti, lækkun skulda, minni vanskilum, hallalausum ríkisrekstri, miklum hagvexti og spáður umtalsverðri aukningu bæði í ár og næstu árum og núverandi tímabil er eitt það lengsta í seinni tíma hagsögu landsins. Nú þegar baráttan fyrir alþingiskosningarnar fer í hönd, höfum við Framsóknarmenn val það hvort umræða næstu vikna muni hverfast þessa frábæru stöðu sem uppi er eða eitthvað allt annað.
Ég tel að það skipti máli hver fer fyrir flokknum okkar, svo skilaboðin okkar frábæru verk sem við unnið landi og þjóð til heilla á undanförnum árum komist til skila með sannfærandi hætti. Ég hef oft sagt það að félagsþroski okkar framsóknarmanna hljóti að vera meiri en í mörgum öðrum flokkum. Flokkum sem hafa komið og farið, eru nýkomnir eða við það að hverfa. Ég hugsa að það grundvallist á því að við erum samvinnufólk og við sættum okkur við að vera í sama flokki þó ólík séum. Og í lok dags er það alltaf heill flokksins og fólksins í landinu sem skiptir mestu máli. Úr deilumálum leysum við með lýðræðislegri hefð, leið við kjósum. Sumir hafa talið það veikleikamerki að ganga til kosninga á flokksþingi. Ég svara því einfaldlega þannig að ef við ætlumst til þess að þjóðfélaginu sé stjórnað í samræmi við lýðræðislegar kosningar, af hverju óskopunum ættu við ekki að fagna slíku fyrirkomulagi. En þar þarf auðvitað að ríkja jafnræði, allir eiga jafnan aðgang að slíkum kosningum og kynningum. En athugið góðu félagar, það er bæði framsóknarlegt og bráðnauðsynlegt að á morgun, mánudag, séum við öll stoltir framsóknarkarlar og konur. Kæru félagar og vinir, Framsóknarflokkurinn á stefnumót við þjóðina í lok mánaðar. Þá kemur í ljós hvernig okkur hefur gengið á kjörtímabilinu og hvort fólk treystir okkur áfram til áframhaldandi verka. Það skiptir máli hvernig við ætlum að takast á við framtíðina. Það skiptir máli að aðrir flokkar vilji vinna með okkur. Við erum samvinnuflokkur, við vinnum ekki eingöngu hvert með öðru, við þurfum að starfa þvert á flokka. Þegar gengið er til kosninga er rétt að reyna að höfða til sem flestra kjósenda. Mér sýnist nýlegar kannanir sýna það svart á hvítu að Framsóknarflokkurinn hefði mun breiðari skírskotun ef breytt yrðum forystu í flokknum. Því ég hef aldrei litið svo á að þeir sem ekki kjósa Framsóknarflokkinn séu óvinir hans. Að sjálfsögðu er það ekki þannig. Við þurfum einfaldlega að sannfæra þá kjósendur sem aðra að við færum fram raunverulegar lausnir sem skipta heill kjósenda miklu. Það hlýtur að vera markmið allra flokka, ekki bara Framsóknarflokksins, að höfða til sem flestra. Frá því að ný ríkisstjórn var mynduð í byrjun apríl á þessu ári hefur ró og dugnaður einkennt störf Alþingis. Er það merki dugleysi mitt og okkar Framsóknarmanna að svona vel hafi gengið í að þjóna hagsmunum lands og þjóðar? Ég tel ekki, heldur þvert á móti. Ég held að þjóðin sé að nokkru leyti sama sinnis. Þras á Alþingi og óvinafagnaður er þreytandi fyrir alla og ég hlýt að spyrja af hverju að velja ófrið þegar friður er í boði og það á góðæris tímum. Við Framsóknarmenn stilltum til friðar í vor. Sá friður hefur haldist og það veltur mikið á að svo verði áfram. Það veltur mikið á því að Framsóknarflokkurinn verði í stöðu á komandi kjörtímabili til að fylgja öllum þeim miklu og góðu verkum sem unnin hafa verið á þessu kjörtímabili. Það munum við Framsóknarmenn ekki gera einir. Til þess þurfum við samstarfsflokk eða flokka. Til þess þarf traust. Að lokum þetta, kæru félagar. Á morgun munum við hvert og eitt hverfa aftur til daglegra starfa. Það styttist í kosningar og við þurfum að halda á lofti þeim gríðarlega árangri sem flokkurinn hefur náð í ríkisstjórn. Umræða komandi vikna verður að snúast þetta. Það er mér heiður að hafa verið treyst fyrir embætti forsætisráðherra. Það traust þakka ég þingflokknum og ykkur, kæru vinir. Okkur hefur gengið vel. Ég tel að okkur geti áfram gengið vel og þess vegna býð ég mig fram krafta mína til að gegna embætti formanns Framsóknarflokksins.